Tilbúin. Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarritari og sviðsstjórar sem hér í sal á bæjarskrifstofunni Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 381. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Á dagskrá hér í dag eru undir funda, eða semst fyrsta mál á dagskrá samkvæmt fundagerðarkerfinu hefur raðast þannig upp og það er deiliskipulag Balinn Stöðvarfirði. Almennu málin koma fyrst, þannig að við kannski fylgjum dagskránni þó hún koma öðruvísi í fundarritunni en hún setst þannig upp í kerfinu. Við þurfum bara að skoða það fyrir næsta fund. Þegar velnast byrjum á fundagerðum og endum á almennu málum. En það er einungis eitt almennt mál hér í dag, deiliskipulag Balinn. Það er vísað hér til frá skipulags- og framkvæmdanefnd, það auglýsa drög að nýju deiliskipulagi fyrir Efri byggð Stöðvarfjarðar. Síðan er hér fundagerð staðfestinga, það er fundagerð bæjarráðs númer 860 og 861 tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hefur því andmælum og svo fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar númer 14. Þannig að við erum svona ennþá að sem að sjá að og jafnframt þá, já, þetta er mjög áhugavert, við þurfum eitthvað aðeins að skoða þetta. Það kemur annað almennt mál svo neðst, þannig að það er eitthvað aðeins ruglast í. Við byrjum á fundagerðum, gott fólk, og förum svo í almennu málinu sem er þá 2, byggingarlegi Móbakki 16 hér frá skipulags- og framkvæmdanefnd. Sem þannig að við röðum þessu upp á nýtt inn í þannig að komi rétt í fundargerð. En eins og við sjáum þá eru nefndir eru farnar að funda, svona loknum stóðbulli fundu sem er á sumrin og verður örugglega meira hér á dagskrá næsta fundar bæjarstjórnar. En þá byrjum við á liðnum bæjarráð, fundagerð bæjarráðs, númer 860 og 861, Ragnar Sigurðsson við báðum orðið. Gerðu svo Ragnar. Forseti, staðgengill bæjarstjóra og bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hér yfir fundargerði bæjarráðs, númer 860 og 861. Eins og sjá má á fundargerðunum þá er þetta fjárhagsáætlun í gangi og við erum að kortleggja reksturinn, tekjurnar og svona spá fyrir næsta ár til þess að átta okkur á hverjar áskoranirnar verða. Þær eru þetta gríðarlegar, við sjáum það bara á rekstraryfirliti þessa árs að það vantar 200 milljónir inn í áætlunina sem gerð var til þess að mæta þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir, hvort sem það er fjárfestingar eða viðhaldi. Og það má rekja það að mestu leyti til loðnubrests og við erum auðvitað það samfélag sem er hvað einna háðast sjávarútvegi eða afkomu þess öllu heldur á rekstur okkar og auðvitað eru aðrir hlutir sem er að hafa áhrif á okkur fyrst og fremst tekjulega. Og það sést nú bara fyrst og fremst á útsvarinu og staðgreiðslu. Það er samdráttur af mismunandi ástæðum. Ég nefndi loðnubrestin, svo eru þetta líka minni framleiðsla búin að vera vegna skerðanlegrar orku og allt hefur þetta bein áhrif á tekjuflæði til Fjarðabyggðar. Og við erum auðvitað að horfa á þessa mynd við gerð fjárhagsáætlunar og auðvitað svona þeim framfarar málum sem við viljum vinna á næsta ári og nú er búið að skila inn römmum til nefnda og við erum svona að fara að vinna út frá þeim forsendum sem við höfum en það er auðvitað gríðarlega óvissa varðandi allar forsendur ýmist vegna verðbólgu og eins eru kjaramálin en ófrágengin. Það er jafnframt hér í fundargerðum bæjarráðs farið yfir hluti eins og endurnýjun á körfubíl fyrir slökkviliðið. Það þarf að fara að huga að því hvort að menn vilja fara í viðhald á gömlum körfubíl eða hvort að við eigum að taka þátt í að gefa tilboð í nýrri körfubíla. Þetta er krafa sem við þurfum að standast
og við verðum að eiga, slökkvilið þarf að eiga körfubíl hér og við erum búin að samþykkja það að taka þátt í tilboði og við verðum bara að bíða og sjá hvað kemur út úr því. Fyrsta mál á dagskrá Bæjarráðs 861 var það að við vorum að fá hérna á fund til okkar forstjóra og upplýsingafulltrúa Alcoa Fjarðaáls. Þau voru að fara svona yfir málefni sem snúa að fyrirtækinu og við erum svona að endurvekja þessa reglubundnu fundi sem hafa verið hérna í gegnum árin við Alcoa til þess að fara yfir svona þeirra framvindu, þeirra framleiðsluáætlanir og áherslubreytingar sem eru í rekstri fyrirtækisins. Þetta er auðvitað svona einn af stærri hagaðilum samfélagsins og hefur áhrif víða og þetta er því mjög gott að vera búin að endurvekja þessa reglubundnu fundi því að hagsmunir okkar fara saman og það er fínt að gefa þeim einnig kost á því að sjá svona hvar við erum stödd í ýmsum málum og fullt af samstarfstækifærum við fyrirtækið. Jafnframt var þarna farið yfir hluti eins og húsnæðisáætlun sveitarfélagsins sem við erum að uppfæra þessa dagana þar sem við erum að leggja meiri metnað en hefur verið áður í húsnæðisáætluninni, þar að segja gagnaöfluninni að við ætlum að fá skýrari mynd af væntingum atvinnulífsins til uppbyggingar hér í samfélaginu, sjá svona þeirra fjárfestingaplön og hvaða mannöflsþörf þau sjá, hvernig hún muni þróast á næstu árum. Þetta eru upplýsingar sem við erum að fara að fá frá fyrirtækjum og svona til þess að setja skýrari mynd inn í húsnæðisáætlunina sem og þar fyrir utan, sko, úr því að ég er nú komin inn í húsnæðisáætlunina, þá er jafnframt þarfagreining fyrir minni íbúðir sem eru hugsaðar fyrir 60 ára pluss og það er núna til umsagnar og hefur verið í umsagnarferli hjá öldrunarráði. Að öðru leyti þá sjáum við að fundir Bæjarráðs eru bara litaðir af fjárhagsáætlunargerð. Jafnframt sendum við frá okkur umsögn varðandi seinni umsögn vegna mats á Hamarsvirkjun. Hún hefur verið í nýtingaflokki en verkefnastjórn virkjanakosti er að leggja til að hún fari í verndarflokk og alveg svo við staðfestum hér fyrr í vor, minni mig, að hafi verið að byrjun sumars, að þá lögðustu eindrið gegn því að Hamarsvirkjun fari í verndarflokk og við erum að staðfesta það aftur hér í seinni umsagnarferlinu og leggjumst alfarið gegn því, enda er þetta mikilvægur hlekkur í þeim uppbyggingaráformum sem eru hér á næstu árum og forsenda þess að það verði hægt að koma með jöfnunarorku inn í vindorkugarðinn sem er fyrirhugaður í Fljótsdal. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvæg virkjun sem hefur verið lengi í ferli og því mikil vonbrigði að þetta sé tillaga verkefnastjórnarinnar nú, en ég bind mikla vonir við því að Hamarsvirkjun haldist áfram í nýtingarflokki. Liður 3.8 í fundargerð Bæjarráðs fjallaði starfsemi Ilms. Tandra Orka EHF hyggur á uppbyggingu á verksmiðju til framleiðslu á lífkolum og þarna voru við að staðfesta vilja okkar til samstarfs sem gæti skapað hér störf og uppbyggingu, jafnframt tækifæri til þess að styrkja hitaveitu Eskifjarðar. Bæjarráð samþykkti þetta og jafnframt á þessum fundi var farið yfir málefni sköpunarmiðstöðunar og svo að lokum í þeirri fundargerð fórum við yfir
auglýsingu stjórnarráðsins þar sem verið að bjóða stofnunum styrki til að fjölga óstaðbundnum störfum á landsbyggðinni og við ákváðum að nýta tækifærið og fólum upplýsingafulltrúa að taka þá saman þau tækifæri sem eru hér í Fjarðabyggð og þá erum við auðvitað að horfa á uppbygginguna sem hefur orðið á skrifstofurýmum, stækkunina sem nú þegar í Múlanum. Það má benda á kosti eins og gamla barnaskólann á Eskifirði, endurnýjun á Hermes hér á Reyðarfirði og sköpunarmiðstöðina á Stöðvarfirði, en það eitt af áhersluatriðunum í sterkum Stöðvarfirði að fjölga óstaðbundnum opinberum störfum þar, eða í rauninni bara opinberum störfum og það því mikilvægt að benda á þá kosti sem eru þar. Það sem stendur helst í vegi fyrir slíkri uppbyggingu á Stöðvarfirði auðvitað skortur á hágæða internettengingum og við erum nú í viðræðum við aðila varðandi það að ljósleiðara væða alla Fjarðabyggð og það var farið yfir það á sterkum Stöðvarfirði. Hvernig það gæti hort við í uppbyggingu þar og hvað tækifæri það geti skapa, en þetta eitt af mikilvægustu áherslupunktunum þar auk Suðurfjarðarvegar, allt atriði sem við leggum ríka áherslu á. Fyrir Ragnar orðið laust undir fundargerðum Bæjarráðs, Stefán Þór Eysteinsson við málið, gerðu svo Stefán. Forseti, stafgengill bæjarstjóra, aðri starfsmenn og bæjarstjórnar fólk. Ég ætla svo sem ekki að fara í miklar endurtekningar á því sem bæjarfulltrúi Ragnar kom inn á. Hann búinn að fara vel yfir það sem við vorum að gera. Það svo sem voru lítið átök, þannig að inn í bæjarráðið, þannig að það kannski ekki margt að tala þannig, en mér langaði að koma inn á nokkra hluti. Ragnar kom aðeins inn á varðandi endurnýjun körfubílsins og eins og þið sjáið og lásuð í skjölunum þá komin tíma á að endurnýja bílinn og það þetta gríðarlega mikilvægt bara til að tryggja þetta öryggi íbúa og ekki síst til að tryggja öryggi starfsmanna eins og við lásum þá hann svo sannlega komin á tíma og það eru aðri bílar í boði sem hægt að fjárfesta í og það auðvitað mörg að hyggja í fjölkjarna sveitarfélagi eins og okkar og með alla þessa fjölbreyttu atvinnustarfsemi sem við erum með til staðar, þannig að það eru auðvitað mikilvægt í göngu frá kaupum á körfubíl sem fyrst eða endurnýjun á slíku tæki og það var svo sem alveg allir sammála það inn í bæjarráði. Aðeins undir lið 2-3 sem varðar veikindalaunin þá það það þannig að við tókum alltaf ákvörðun á síðasta ári að leggja ákveðna peninga til hliðar til að mæta veikindum og eitt af því sem svona nokkuð ánægjulegt inn í þessum gögnum að við erum að sjá að í raun og hlutfall veikindalaunina af heildarlaunum Fjarðabyggðar þau eru að fara niður á við frá 2022 og sjáum líka breytingu niður á við á milli ára sem auðvitað jákvætt. Ef það hægt að finna eitthvað jákvætt við þetta þá það allan eitthvað sem jákvætt að einhver af þeim aðgerðum sem hefur tekið til sé að bera þann árangur að við séum að sjá minna af veikindum sem auðvitað gríðarlega jákvætt. Einnig langar mig aðeins að koma inn á starfsemi Irms eins og Ragnar kom inn á. Þetta auðvitað gríðarlega spennandi verkefni sem að fara af stað og ef ég skil rétt þá eru þeir búnir að fá styrki til að fara í ákveðna uppbyggingu og þetta auðvitað ákveðin atvinnustarfsemi sem getur byggst þarna upp. Bæði þetta spennandi út frá í raun og veru þessari lífkóla pælingum sem í gangi og í raun og veru sú nýsköpun sem það í kring og þessi uppbygging sem getur átt sér stað og í raun og ekki síður það hlutverk sem þetta fyrirtæki getur spilað inn í þessu hringrásarhagkerfi sem hérna í Fjarðabyggð sem snýr þá öllum þessu viðarperlum og slíku, þannig að þetta alveg gríðarlega spennandi verkefni þarna á ferð og
fróðlegt að fylgjast með í raun og veru hvernig því vindur áfram. Það var svo sem ekki meira sem ég ætlaði að koma inn á. Takk fyrir Stefán, orðið lögstundi fundagerðin Bæjarráðs, vill einhver þessi ljós. Svo verðist ekki vera, ég ber þær upp til samþykktar. Þess að það saði ekki að skeiða merki, saði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum komið næst í næsta lið á dagskrá sem skipulag- og framkvæmdanefnd, fundagerð nr. 14, vill einhver þessi ljós undir henni. Svo verðist ekki vera, ég ber upp til saði þess að saði ekki að skeiða merki, hún saði með 9 atkvæðum. Þá erum komið liðin almenn mál sem nú búið að koma rétt fyrir í fundagerð sem var svolítið aðeins á reiki í fundarboðinu eða hvernig það raðast upp. Þar fyrst byggingarleyfi fyrir Móbakka 16, vísa frá skipulags- og framkvæmdanefnd síðasta fundi nr. 14. Þar var grenndarkynning vegna breytinga á skipulagi, á deiliskipulagi og stækkun á húsi sem þar fer, stækkun á byggingarmagni. Engar athugasemdir bárust í grenndarkynningunni og nefndin búin að afgreiða fyrir sitt leyti og þér óska eftir því að bæjarstjórn afgreiða sömuleiðis, orðið laust þetta. Engin þess ljós, þá ber eftir samþykktar að gefa út byggingarleyfi fyrir Móbakka 16, fjölbýl og 2 hæðum. Saðið með 9 atkvæðum. Þá næsti liður undir almenn mál, það deiliskipulag Balinn Stöðvafirði. Þetta sömuleiðis frá skipulags- og framkvæmdanefnd, samþykkt á fundi nr. 14. Að óska því bæjarstjórn að nýtt deiliskipulag verði auglýst fyrir efri byggð og Stöðvafirði sem kallast Balinn Stöðvafirði og þetta felur þá í sér auglýsingu skipulagsins, ekki afgreiðslu. Orðið laust þennan lið, vill einhvers ljós, svo virðist ekki vera. Þá ber ég upp til samþykktar að deiliskipulagi Balinn Stöðvafirði fari í auglýsingu þess að það saði ekki að skeiða merki, saði með 9 atkvæðum. Þá erum við gott fólk búin að tæma hér dagskrá í dag og það verður búið til næsta reglulega fundar með dagskrá. Ég segi þá þakka fundarmönnum fundarsetuna og segi fundi slítið.